Já, í þessu stutta myndbandi ætla ég að fara bara yfir svona hvernig GeoGebra virkar í heild sinni á þess að fara neitt mjög djúpt. Þetta í rauninni sjáum hérna vinstra megin að þá skiptist GeoGebra í rauninni þrjá þætti, annars vegar það sem við kalla algebra eða í rauninni reiknivélin. Síðan erum við með eitthvað sem heitir tools og þar að finna ýmsar aðferðir sem að við þurfum að nota og getum notað í lotunni núna. Og síðan í síðasta lagi er hægt að búa til töflur og skrifa þá inn í rauninni ýmis x-gildi hér og y-gildin hér og þá verða til punktar hérna inn í myndinni. Hér, þegar ég er búinn að teikna eitthvað og er búinn með það dæmi og vil fá bara hreinan skjöld, þá hérna get ég farið í Clear All og íti síðan á Don't Save og þá bara fæ ég í rauninni hreina blaðsíðu. Fleira sem er að finna hér, hérna er til dæmis það sem ég fjallum í öðru myndbandi, Export Image, og þar get ég hérna downloadað í rauninni mynd af því sem ég var búinn að teikna og vista í tölvunni hjá mér. Hérna megin er í tannhjólinu hér, þá er nú ekki margt sem við notum akkurat núna en það er aftur á móti þessi hér Zoom to Fit sem að gera það að verkum að ef við bara teiknum einhverja línu hérna 300x hérna, þá virkar hún eins og hún sé bara lóðrétt. Það er af því að hallatalan er svo stór en ef ég íti á Zoom to Fit þá fletur hún út línu þannig ég sé hana mun betur. Þannig að þetta er mjög góður partur, mjög góður takki til þess að vita af, að íta á Zoom to Fit ef að myndin er ekki að passa á skjáin hjá mér, að þá get ég í rauninni gert það. Síðan hérna hægra megin get ég síðan áfram, ég get zoomað meira út handvirkt sjálfur, ég get zoomað inn og svo framvegis, það fyrir bara eftir hvað ég þarf að skoða mikinn parta af línunni. En að öðru leyti að þá notum við þessa takka ekkert rosalega mikið en ég mun gera fleiri myndbönd sem sýna í rauninni betur hvað við getum gert í þessari reiknivél og hvaða tool við getum búið til og notað og hvernig við notum töfluna. Takk í bili.